Ég vil byrja á að bjóða alla viðstadda velkomna, forstjóra, stjórn, starfsfólk Eimskipa og boðsgesti, svo ekki séu nefndir hér ættingjar og vinir hér hver að öðrum. Ég heiti Ólöf Sigríður Björnsdóttir og fékk þann heiður að vera með opnunarávarp á þessari hátíðlegu stund að Látrum í Aðalvík við afhjúpun minnisvarðans björgun heimamanna á farþegum og áhöfn úr Goðafossi þann 1. desember árið 1916. Ég var svo frekur. Ég bara... Góðan daginn! Sæl og blessir. Gott að sjá þig. Takk sömuleiðis og gaman að þið skyldi geta komið. Þó að það blási. Hvernig líst þér á að vera komin hingað, Vilhelm? Ég er bara rosalega spenntur og ánægður með þetta. Við köllum þetta við Ólöf annan í þjóðhátíð. Já. Okkur finnst það vel við hæfi. Akkurat. Ég verð að segja, í fyrsta sinn sem ég talaði við ég kalla hann bara Villa. Já. Og þá spurði ég hann, veistu hvernig aðstæður eru á staðnum? Og þá sagði hann mjög hógvær, já ég var nú sjómaður. Fimmtudeginum 30. nóvember 1916. Þegar barið að dyrum í Nesi, húsi Friðriks móðurafa míns. Mamma mín, 10 ára, fer til dyra og á tröppunum standa klakabrynjaðir menn sem segja frá þeim voða atburði að Goðafoss, nýja skip Eimskipafélagsins, hafi strandað við Straumneshlíð. Margir látramenn hafa í gegnum áratugina og eiginlega öldina hugsað af hverju Eimskip var ekki búið að koma hingað og þakka fyrir sig. Þið takið í raun og veru við þessu kefli og þið ásamt þessum dömum hérna, Ólöfu, Margréti og Matthildi, klárið málið. Okkur var ekki ljóst hvað þetta risti djúpt fyrir en að við kynntust þeim og fundum hvað þetta var stórkostlegt. Og þá sagðum við sem svo að það er aldrei of seint að minnast þess. Okkur þykir afar vænt þennan dag. Við erum stolt af þessu verkefni og þakklátt fyrir frumkvæði Látrafólks og góðri samvinnu við þau. En líka varpa ljósi á og hjálpa til að halda minningu þessa frækýra björgunarafreks á lofti ókomna tíð. Hvað heldur að mamma þín og pabbi sem tóku þátt í þessu björgunarafreki fyrir 110 árum myndu segja þessa athöfn hér í dag? Bara verið þakklátt fyrir eins og ég. Engin sárindi eftir? Nei. Eins og presturinn sagði, látramenn þökkuðu Guði fyrir hvað vel tókst til og þeir voru ekki að ætlast til neins í staðinn. Og þau hefðu verið þakklátt fyrir að þessi atburður skuli gerast núna.